Snærós og ég ætla að vera kynnin ykkar hér í dag. Nú munum við sjá fjölbreytt atriði sem nemendur skólans hafa verið að undirbúa síðastliðnu vikur. Fyrst á svið koma krútturúsjubollarnar í fyrsta og öðrum bekk en þau ætla að flytja fyrir okkur jólabjóðspjallið með smátvist. Takið vel á móti þeim. Þessar mundir að fórkom frá Ágústusi keisara skrásetja skildi alla heimsbyggðina. Þetta var fyrsta skrásetningin sem gerð var þá Kyrillus var landstjóri á Sýrlandi. Fóru þá allir til að láta skrásetja sig hver til sinnar borgar. Þið sjáið boða yfirmikinn fögnuð sem veitast mun öllum lýðnum. Yður í dag frelsari fæddur sem Kristur drottinn í borg Davíðs og hafa þetta til marks. Þeir munu finna ungbarn hreifað og lagt í jötu.
Og í sömu svipan var með englum fjöldi himneskra hersveita sem lofuðu Guð og sögðu: Þín sé Guð í upphafinu og friður í jörðu og velþóknun Guðs yfir mönnum. Þegar englarnir voru farnir frá þeim, sögðu hirðar sín á milli: Förum beint til Betlehem að sjá það sem gerst hefur og Drottinn hefur kunngert oss. Þeir fóru með skyndu og fundu Maríu og Jósef og ungbarnið sem lá í jötu. Þegar þeir sáu það skýrðu þeir frá því að þeim hafði verið sagt var þetta og allir sem heyrðu undruðust það hirðar sögðu þeir. Á sama tíma höfðu viðtakar frá fjarlægu landsins sem nýja stjörnu á himninum. Þeir vissu að þessi stjarna táknaði að nýr konungur væri fæddur. Þarna er stjarnan svo skær, við skulum fylgja henni og finna konunginn sem fæddur er. Þeir fylgdu stjörnu og loks sáu þeir hana stæna með sér fjárhúsinu. Þeir gengu inn og sáu litla barnið í jötunni. Hljómaði sagan af því þegar að Jesús kom heim inn í. Svo ráku nefið vitringar sem fyrir valni voru staddir þar. Þeir óðu inn með gras og gull og eitthvað óríðandi. En María gleymdi þetta allt í hjarta sínu og hugleiddi það. Já, þannig hljómaði sagan af því þegar hann Súsi kom heim inn í. Þeir ráði sjálf og þeir trúin því. Þetta var virkilega vel gert hjá þeim, en næsta sig koma Kandísmólarnir í 3. og 4. bekk sem syngja fyrir Jósef taktu í himnanámi. Gefið þeim gott klapp. Hafið séð hans þekkjastur, strákgreyið er mestur. Hann er svo mikið hrekkjusvín, hann nefnir bara að skamma sín. Jólasveinn, ætti hún að jólasveinn, hún snúna jólasveinn að sko.
spilar ekki á stað. Skiptir litli snýspanum og skrúar kertin úr bílunum. Jólasveinn, hann knúna jólasveinn, hún snúna jólasveinn, hann skúna jólasveinn. Hafði sér hann giljakaup, látandi upp á ljósasauð. Hendur raun á berunni, hann geti kveikt á perunni. Jólasveinn, hann knúna jólasveinn, hún snúna jólasveinn, hann skúna jólasveinn. Hvernig hræðast kjötbúðir, kjötbúðir hann læðist í. Rækir þar í kjöldarinn, svo kjöldlaus verðum myndvarinn. Jólasveinn, hann knúna jólasveinn, hún snúna jólasveinn, hann skúna jólasveinn. 13 bræður sem ykkur upp og syngja snjátt. Áleika skildin sérkusveit, syngir fyrir á hvern og einn. Jólasveinn, hann knúna jólasveinn, hún snúna jólasveinn, hann skúna jólasveinn. Jólasveinn! Þetta var svakalega flott atriði í 3. og 4. bekk. En nú fáum við sjá konfettmálana í 5. og 6. bekk með leikriti Tindarsveinar. Gjörið þið svo vel. Árans mannleysi þín, ég sagði þér rétt með lárperu, ekki ljósaperu. Hver þrjumillin er þetta kerlingar álkaðin? Hvernig átti ég að vita að við ættum einhverja hárperu í hellinum? Við erum ekki vön að vera með grænmeti ávöxt í hellinum. Þú verður með svorasettum, ég sagði þér í gær að við erum byrjuð á kjötakökum, það er hellinga fitu í lárperu. Fyrirgefðu elsku súrmjólkin mín, ég er bara ekki undan með að fylgjast með hvaða meðrunartur þú ert þessa dagana. Hvenær ætlar að ramba á eitthvað sem í alvörunni virkar? Sveilir Karlsbjári. Þetta sem við dröfum Hvað, lárpera? Nei, það sem mamma og pabbi hafa. Það var alveg fyrir að styrtu. Nei, strákar, lífsförunum, einhver sem eiga dýrum með, eitthvað til að... Er förnit eins og farfuglar? Ó, strákar, við langar bara á stefnumót með einhverjum skemmtilegum, eins og farlega einhverjum. Hvernig getur verið einmanna í helli með 12 jólasveinum, 5 fúlum foreldrum og einum klikkuðum ketti? Ó, þið skiljið mig ekki, ég var að segja, við langar á stefnumót með einhverjum skemmtilegum. Sagði einhver stefnumót? Stúfur? Hver er þetta með þér? Er þetta kettkrókur? Ha, hvað sagðirðu? Er þetta kettkrókur? Það er kjötkrókur núna því ég er svo svakalega kjöttar og með vígalega hægri krók. Allavega, þetta er hún Ragnheiður Sara. Ég kynntist henni í stefnumóta appinu í þessum hérna. Sko, þetta virkar þannig að við Ok, þetta virkar Ok, þetta virkar þannig að við svæpið til Sko, við smellum mynda okkur, downloadum appinu og finnum einhverja fína. Sko, þetta virkar þannig að við svæpum til hægri ef ykkur líst vel á hana. Við svæpum til vinstri ef ykkur líst ekki á hana. Svo, hver er þeirra fyrstur? Ég skal. Svona, þetta. Oflátt nef, ekki nógu gott. Blár kjóll, ekki okkar stíll. Aha, Bríet. Hún er söngkona og ég er búin að senda henni að hitta þig á veitingastaðnum á Leigurbakka. Farðu nú, svo verður ekki að segja. Ok. Gluggagæði! Sko,
Ég vill að þú fylgist með stefnumótinu hjá bróður mínum. Ok, þú vilt sem sagt að ég fari á stofuna. Heyrðu þú þarna, ekki standa þarna eins og þvara. Við þurfum greinilega að hressa það við. Hringum í kringum Heklu. Við skulum að byrja á því að hlaupa hring í kringum Heklu. Taktu þetta. Ekki standa upp, sessunni, ekki vera feim mig, reyndu bara að koma þér fyrir, þannig að sjá mig vel, ekki taka augun þín af mér. Hæ, það er þú Bríet. En rólegu kúriki. Já, ég er nú reyndar jólasveinn sko, en mikið góð lykt að þér, þegar þetta svanir fyrir það. Heyrðu mig. Hvað er þú að gefast þér? Ha, nei, sko, ekkert bara það er góð lykt af þér. Þú ert líka mjög falleg. En jafnvel rauða rósbörna, eins og bjarti dagur fölga blómið í mig. Já, einmitt. Hvaðan ert þú? Sjálf og ég inn í Heklu. Ég er sjálfnir falleg. Nei, Heklan. Heklan, ertu eitthvað skrítið með það? Ég er kannski krókur, þú ert fallfjársjóðurinn. Já, einmitt, þessi fjársjóður er farinn, takk og bless. Hættu að skjóta mig niður. Vel gert, nú bara 97 eftir. Hann er alveg jafn æfur á pabbi sinn og alveg jafn þungur á mamma sín. Skýrsla, takk. Já, hann gáði þau, kom nú bara glettilega kurteis fram með þessa Bríet. En svo, sko, bara, gekk þetta alveg hörmulega. Hún gæti ekki opna munninn án þess að syngja. Svo virtist hún bara ekkert hafa gaman að því að syngja. Hún hálf vældi bara. En það var nú leitt með að gáta þau. Nú, hvað gerðist? Þannig að hann var nú alveg bara gáttaður á þessu. Svo, þetta gengur svona sæmilega hjá okkur. Hver er það næstu? Svo ég heitir svona skessi brauðsynni. Nei, við finnum okkar bíl. Sjá til. Sauðfjárbóndi, ekki mjög gott. Veganisti. Aha, Ilmur. Hún er leikkona og ég er búin að senda henni að hitta þig á veitingstaðnum að Lærupakka. Farðu nú. Er ekki Ilmur eitthvað fyrir gott og þau? Farðu. Rúkugæði. Þú veist hvað átt að gera. Já, ok, þú veist að ég veit að þú veist að ég veit að þú veist alveg upp á skegg. Að þú veist að ég veit að þú veist að ég veit alveg hvað ég á að gera. Farðu. Ok. Sæll, ég heiti Ilmur, gaman að kynast þér, já það er kannast það. Sætt, ég heiti Giljöfur. Var nokkuð ófærð á leiðinni? Nei, það er ekki best að kynna, sko. Ó, þetta er skemmtilegt, flottur en það. Svo kýra liðið, það er best að kynna það. Niður! Ok, ég held að jarðskjálfti sé búinn.
fylgja bransanum en ekki leka það ekki. Mér langar að spyrja þig einu. Já, það passar því. Og sí! Hættum þessu börnisjöfni, ég sá að jarðeðlisfræðingarnir eru komnir. Þeir halda ábyggilega að það sé að byrja Heklugos. Já, Heklugosi 2000 til sælla minninga. Byrjaði það ekki á því að þú veist magakveisu eftir að borða einum og mörg óþekk börn og prumpaði svo svakalega. Ája. Glöggræð, skýrsla! Já, ok. Já, já, ok. Var þetta ekki stefnumótið þess? Jú, ég held það. Allavega, já. Ok, sem sagt, þetta byrja nú bara sæmilega. Þökk sé jarðskjálftanum og stöðurusleikis, þá náðu að koma svolítið nálægt hvort öðru til að passa hvort annað. Eða, sko, reyndi þá passaði hann aðalega, en já, það er annar mál. Svo voru það bara allt í óvenni. Jú, hvað gerðist? Hún sagðist vera með spurningu fyrir. Og hver var spurningin? Já, það var það. Hvort það hafi verið hann sem gaf henni kartöflu í skóinn árið 2006. Ekki sem er Auðun hafi sagt sannleikan, allt nema sannleikan. Viltu vita eitt, Gáli? Hann sagði sannleikan. Já, þetta gengur svona sæmilega hjá okkur. Svo, hver er það næstur? Ég skal, bara ekki fleiri æfir. Ok. Please! Smella bara myndar og finnum einhverja fina. Aha! Katrín Tanja Davíðsdóttir. Hei, ég þekki hana. Hún er mitt helsta keppninaut í CrossFit. Er hún þá í þessu crossflipi? Já, og hún hefur orðið heimsmeistari tvisvar. Já. Hver er það næstur? Þetta er nú allt tilkomið saman út af mér, sko. Já, tökum myndar. Og finnum einhverja skvísu. Þarf það að vera skvísa? Þetta er ekki búið og búið forrið pottaskivill. Nei, ég meina, sko, ég vil hluti einhvern strák, sko. Já, þú meinar. Við ítum bara smá taka, bíbú. Snúum þessu. Og það er þetta komið. Svo. Friðrik Ómar. Ekki nógu gott. Binni Glín. Fíla ekki make-upið. Aha! Páll Óskar. Páll Óskar, er hann eitthvað sætur? 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 Páll Óskar er ekki bara sætur. Hann er gorgeous. Gorgeous. Hann er fabulous. Hann er glaður kominn að því. Hann er glaður kominn að því. Ég var rétt að læra baka. Já, hvernig vissirðu? Hæ, ég heiti Páll Óskar og þú ert að koma á date með mér. Hæ, þetta er pottaskip. Það er að koma í þessu. Og þú ert ótrúlega lekkert í fíla hennar rauða lit. Já, takk. Og pottaskivill var það ekki. Jó, það passar. En fyndið, ég er einmitt potturinn á pannan í íslensku tónlistarlífi. Já, ég er svona pottafrækturinn af jólasveinunum, sko. Og því annar með heima í Heklu með hinum jólasveinunum og bara Alex. Jó, það passar, það er rétt, sko. Ekki að við ekki þá kýtið ánga og taka lagið. Hæ, jú, við getum gert það. Skýrsla! Já, þetta gekk nú bara sæmilega, myndi ég segja, eins og öll hinn.
Já, það mætti segja að hafa ekkert verið að skafa hlutunum. Þú verður að hætta með þessi grín, maður. Áfram. Já, hvernig gekk? Já, það var hitt sem ég ætlaði að segja. Páll Blómskál er að fara að koma í Hekluhelli. Oh my god! Hæ, ég heiti Páll. Nei, hæ allir. Gaman að sjá okkur. Ekki allir stuð? Má ég að og aftur og einu sinni enn. Einhvern veginn ástfangin. Ástfangin af nýju. Sýnum að mann hér. Þetta var stórkostlegt, en takið vel á móti jólasveininum í 7. og 8. bekk með leikritinu Svink að bjarga jólunum eftir stelpurnar í 8. bekk. Við erum stödd í Grýluhelli. Svenka, jólasveinastelpa, er mjög stressuð yfir því sem hann ætlar að spyrja mömmu sína að. Leppalúði situr á venju eins og slitti út í horni, slakar á og er ekkert að fylgjast með því sem er að gerast í kringum hann. Jólakötturinn er auðvitað þarna líka, kúrir og malar út í horni. Mamma, ég var að hugsa hvort ég mætti kannski fara til byggðar í ár, eins og bræður mínir. Nei, Svenka, þú veist hvernig reglurnar eru. Þú mátt ekki fara til byggða vegna þú veist því rugl. Þú veist hvernig þetta mannfólk er. Það má engu breyta. Já, en... Ekkert enn! Pabbi, smá hjálp kannski? Já, einmitt það, Mamma, af hverju má ekki bara fara með einhverjum bræður mínir til byggðar, kannski, með einhverjum af þeim? Til dæmis er hann stekkjastur að fara í kvöld. Hvað, er það að tala um mig? Nei. Ég sengur eitt langar að fara til byggt og þið gefur skóðan að skemmta börnunum. Heldur þú virkilega að þú getur gert það? Það verður pínu spes, finnst þið það ekki? Jú, það væri mega skrítið. Af hverju má það ekki? Út af að maður gæti breyta reglunni því þá verður allt fólki klikkað. Ég held að það sé bara því þessi stelpa. Mér finnst það samt eins að fólki sé alltaf breyta einu þessu. Til dæmis, kemur nýr iPhone sími út af hverju ári og ég er ekki að skilja til hvers. Ég er greinilega bara alveg dottinn út úr tískunni. Minn póki er nú bara fullur af poppitum. Já, nákvæmlega. Jæja, sterkast verðst það ekki að fara að drífa þegar þú svona náðu píamóttunum í skóinu þegar það er að vatna. Ha, jú, farið. Við sjáumst. Í öðrum helli, ekki langt frá Grýluhelli, búa þeir Voldi og Ígor börnin hans. Voldi er eins og þrumuský og þramma fram og aftur helli. Ígor, ég er svo brjálaður þessum jólum. Já, ég veit alveg að hann er jólun alltaf, en má ég spyrja, af hverju hattar jólin, meistari? Þetta byrjaði alltaf þegar ég var 7 ára. Svo byrjaði hattar jólin. Ekki trufla mig. Ok, sem sagt, ég var 7 ára. Ég var svo spenntur að fá í skóinn. Ég var að skrifa jólasveininum og alltaf og biðja Spiderman nærbuxur.
Svo morgunin eftir, það var kartöfla í skónum. Kartöfla! Ígor, kartöfla! Hvað er svona hræðilegt að fá eina kartöflu í skóinn? Það er sko alveg skelfilegt. Ég var alltaf svo stilltur þegar ég var lítil. Ok. Ég átti ekki að skilja að fá kartöflu, heldur nærbuxur. Spiderman nærbuxur. En hvað ætlar að gera í því, meistari? Ég kom með plan til að eyðileggja jólin. Eyðileggja jólin? Ég meina, hvernig planið það? Ég ætla að stela jólasveininum. Þeir félagar, Vondi og Ígor, leggja nú að ráðin hvernig þeir ætla að stela jólasveinunum. En nú að sterkastur, sem er að koma tilbaka frá því að gefa krökkunum í skóinn. Hann er mjög ánægður með sig eftir verk dagsins. Vá, hvað þetta gekk vel hjá mér. Ég var bara með tíma. Hey, sjóðu! Hey, ég sé ekki hann. Nú er illt í efni, því Vondi og Ígor ná einnig að hefja giljabaug og stúl og loka þá inn í hellunum sínum með sterkastur. Minnstu okkar, vitið hver var giljabaug sem sterkastur á stúlverðinu? Nei, af hverju? Nei, bara þeir hafa ekki komið til baka síðan þeir fóru til byggða, sko. Já, þú segir að það er svolítið skrítið, en kannski eru bara jólast eitthvað. Já, en hvað ef þeir eru týndir eða viltir? Hvað veist þú það? Þú ert bara lítil stelpa og veist ekkert týndir og vitrir. Ég sagði týndir og viltir. Já, eða það. Já, einmitt það. Þú hefur eins og ekki farið til byggða og veist ekkert þetta. Ég veit nógu mikið, jafnvel þótt að ég hef ekki farið til byggða eins og að þú ert með hoppu að pukusisnakrauf. Hættu nú rífast, krakkar. Mamma ykkar er að bíða eftir ykkur í mat. Jæja, Kissi minn. Mikið er þetta nú ósanngjarnt. Ég væri aldrei að fara til byggða með bræðrum mínum. Þetta er bara allt eitthvað svo skrítið. Ég er alveg viss að það hafi eitthvað gerst í strákana. Þeir eru aldrei svona lengi. Það er rétt, þetta er eitthvað skrítið. Já. Hei Kissi, varstu að tala? Já, en átti ég í grílu að sendur hún í snjóinn. Hvað, hefur alltaf getað að tala? Já. Æði, en hvað á ég að gera um þetta varðandi týndu bræður mína? Af hverju förum við ekki bara að finna það? Við bara læðumst út með að gríla Sefur og Leppalúði hann. Hann tekur ekki þinn einu. Já, þú meinar, gera það. Sveinka og jólakatturinn leggja í stað að leit að týndu jólasveinunum. Þau leita vítt og breitt, hátt og lágt og lengi, en þegar þau eru alveg að gefast upp við leitina, sjá þau hvað förustekir er að koma þramlandi heim frá því að gefa í skóinn. Sveinka og jólakatturinn ætla bara að kalla til hans þegar þau sjá Ígor og Vonda læðast í áttina að honum. Engan til sögða, þessi guður er bara eitthvað, ég finn á lyktinni. Hvað? Hvernig getur þú fundið lyktina en hérna? Fyrst var með. Hei, hvað er að gera? Iss! Já, halt og gretti! Komdu Kissi, eltu ná. Sveinka og jólakatturinn elta Vonda og Ígor þar sem þeir dröslast áfram með prýðisleiki í átt að hellunum þeirra. Þegar þangað er komið, opnar þeir hellinn sem er læstur með hengilás og fara inn með prýðisleiki. Sveinka og jólakatturinn liggja á hleri og hlusta á það sem fer fram í hellunum. Hei! Prýðisleiki? Veitu, var ykkur líka það? Já, velkomin í partíð. Ígor, passa það, ég er orðin þreyttur og ætla að fara að leggja mig. Skal gert, meistari! Getur
Getur einhver sagt mér hvað jólagröfnum er í gangi hérna? Ég vildi ekki að þið sagt þér það. Ég var bara rænt leiðin aftur heim í Grýluhelli eftir að gefa í skóinn. Já, mér líka. Já, mér líka. Hei þú þarna, getur sagt okkur hvar við erum og af hverju þú ræntir okkur? Þið eru hérna vegna þess að Vondi, hann er sko meistarinn minn, hann rændi ykkur vegna þess að hann vil eyðileggja jólin. Eyðileggja jólin, af hverju? Þetta byrjaði allt þegar hann var 7 ára, eða var 10 ára. Æ, mann það ekki. Komdu ræðinu. Samsagt. Þegar hann var lítill, þá var hann alltaf svo stilltur og elskaði jól. Svo fekk hann bara kartöflu í skóinn. Þetta hlýtur að hafa verið eitthvað misskilningur hjá okkur, því hann var alltaf svo stilltur þegar hann var lítill. Þetta segir mér að þeir rændu okkur að því að þessi Vondi fekk eina kartöflu í skóinn. Já, hann átti ekki skilið, því hann var alltaf svo stilltur þegar hann var lítill. Skilið? Nei, reyndar ekki. En ég geri þetta. Hei, þið ekki verið hér. Systa, þú hér. Og Kísi. Veitu, var ykkur líka rænt? Við Kísi vorum að leita að ykkur þegar við sáum þá þangað þverjastryggja að fara með hann í hellin. Svo við eltum það og komum svo og fundum svo ykkur. Já, var ykkur það rænt? Nei, bjáninn minn. Við komum til að bjarga ykkur. Það er bara þannig. Já, það er bara þannig í ykkur. Við ætlum að bjarga jólunum. Þetta ætlar að fara því. Ígor sagði að Vondi hataði jólin af því að fékk ekki Spiderman-reglustuna sem hann vildi. Svo ef við gefum hann þær og skrifum sem fyrirgefningarbrif á handanum, þá kannski hættir hann að hata ykkur og þar með jólin. Geturðu útskýrt það aðeins betur? Sko, þið býðum bara hér og við Kísi fyrir að gefa hann Spiderman-reglustuna sem hann vildi. Hvað ætlað þú að fá Spiderman-reglustuna? Þið megið alveg fá mínar? Nei! Heyrðu, ég meina Spiderman-reglustuna í bókunum. Þú hvort þær til ekki í skóinn. Ég bara nota þær. Jú, frábært. En við erum eftir að skrifa fyrirgefningarbrif. Wait. Hvað er svo að skrifa á það? Bara fyrirgefðu. Ekkert meira en það? Nei. Ókei. Heldur þetta plan mun virka? Ég vona það. Ok, ég skal hjálpa ykkur. Ég veit ekki eyðileggja jólin. Ég elska þau. Hei, þið eigið ekki... Fyrirgefðu. Takk fyrir. Ekki málið. En þetta hættir að eyðileggja jólin. Já, fyrirgefið. Við skulum fara í Grýluhöll og halda jólin saman. Sveika, bjarga jólunum! Nú komum við fáum loksins að sjá hvernig jóladagatal leiklistavalsins enda. Fyrir þau ykkar sem ekki vita, þá fjallar jóladagatal nýjan kennara sem ber nafnið Súsanna, sem tekur við kennslu í 9. bekk í Laugarnámsskóla, en hún er ekki öll það sem við séð. Og smátt byrja krakkarnir að hverfa á dularfullan hátt. Góða skemmtun. Úr síðasta þætti.
Krakkarnir stela lyklum Þórhalds skólastjóra til að komast inn í herbergið sem Súsanna geymir jólatréð og æskufylltu kúlurnar. Hans finnur jólaspiladós í herberginu, en þegar Hans tekur upp jólakúluna sem geymir æsku Tinnu vinkonu þeirra, þá missir hann hana óvart í gólfið. Hvað varð æsku Tinnu? Er hún horfin að eilífu? Hvað ertu búin að gera? Ég ætla ekki! Bó, hvernig komst þið hingað? Tinna, þú ert á lífi. Já, það virðist vera. Hvernig líður? Ég veit það ekki, bara ágætlega. Það síðast sem ég man var Súsanna að sýna mér jólakúlu og síðan var ég bara mjög hrædd og öskraði og síðan var ég bara komin hingað með ykkur. Hvernig náðu mér eiginlega út? Við þurftum að vera með kveikt á þessari spildós og síðan brjóta allar kúlunar. Við héldum reyndar í smá stund að við myndum aldrei sjá það aftur þökk sé klaufaskapnum í Hans eða hetjuskapnum. Hver veit hvernig við þurfum að brjóta fleiri kúlur? Hetjan Hans? I like it! Rólegur, Kífer. En eigum við setja spildósina í gang og brjóta hina kúlunar? Nei. Nei, hvað meinarðu? Við getum ekkert sleppt öllum út núna. Þórhallur skólastjóri og foreldrarnir mun þá aldrei trúa því sem Súsanna hefur verið að gera. Hún er búin að plata þau öll upp úr skónum. Ég skil, en hvað eigum við þá að gera? Ég veit. Við fáum Þórhall til að kalla alla foreldrarna í skólan. En hvernig fyrir við því? Ég skal sjá það. Þið hinn passa upp á tréð og spildósina. Jú, fjárhagssöfn er svo tilbúin. Í Guðs bænagretti er símandi við sveitarstjórann. Heyrðu þá, hvað var það eiginlega að þýða? Þórhallur skólastjóri, ég er með algjörlega klikkað plan. Klikkað plan? Já, plan sem fær Súsannu til að taka rækilega eftir þér. Já, Og hvernig hljómar svo þetta plan þitt? Sko, við krakkarnir erum búin að undirbúa svolítið óvænt handa Súsannu. Þú veist, þakka henni fyrir frábæra kennslu og svoleiðis. En ef þú biður alla foreldrana að vera viðstaddir, þá getur þú átt heiðurinn að þessu öllu saman. Já, það hljómar nú aldeilis vel. En Súsanna var mjög ákveðin að öll foreldrar sem getur farið gegnum hana. Og ég læt hana bara að vita. Nei! Hans, hvað er þessu lætilega að þýða? Það er sko mjög mikilvægt að Súsanna veit ekki að þessu. Það er einhverjum óvænta, þú skilur? Já, auðvitað. Ekki viljum við það. Ég hringi þegar staði foreldrana og býð þeim að koma. Svo þegar allir eru komin inn í stofuna, þá sækir þú Súsannu og allir hópa óvænt þegar hún mætir. Frábært, hún verður svo hissa. Já, hvort hún verður. En drífðu nú í þessu, við byrjum klukkan 3. Já, einmitt. Við byrjum klukkan 3 í stofu 5. Ég bað Þórhall að biðja alla foreldrarnum að koma í skólan og ég sá að við vorum með óvæntan glaðning fyrir Súsannu. Og trúnaðu því? Að sjálfsögðu, hvað heldur eiginlega ég sé? Vel gert, Greta. Nú þurfum við bara að koma trénu og kúlunum inn í stofu án þess að Súsanna taki eftir okkur. Ég skal taka kúlurnar. Nei! Hvað? Ég skal taka kúlurnar. Farð þú og athuga hvort ekki sé að koma? Rólega, maður missir eina kúlu og allt trausti bara hverfir. Hvað verður hetju Hans? Þórhallur minn, hvað rauðvísspil á þér að þýða? Ég er bara með smá óvænt handa þér, Súsanna mín. Ég þóra ekki að búta hluti, Þórhallur. Þú verður svo ánægð með þetta. Bíddu bara. Óvænt! Hvað er að þýða? Þú hefur staðið svo vel eftir að þú tókst við, Súsanna mín, að krökkunum og aðalega mér langaði til að koma þér á óvart fyrir að bjarga okkur svona á síðustu stundu. Ég veit nú ekki alveg hvernig ég á bregðast þess með að gefa mér DN. Ég er nú bara að sinna starfinu mínu. Þakka ykkur alltaf fyrir komuna og þessa óvæntu ánægju. Nú þarf ég bara að fara að haska mér. En þú ert ekki ennþá búin að sjá þetta óvænta? Hans, núna.
Hæ? Hvað? Spilaðu lagið. Já. Stelpur. Smá vandamál. Ertu ekki að grínast? En þú var síðustur út! Ég er að missa loka þættinum í Bachelor in Paradise. Getum við ekki farið að drífa þetta af? Nei, já, við erum ekki trufla ykkur ágættu foreldrar, en... Hvaðan kemur þetta lag? Nei, hvað er að sjá? Bara múgur og mömmunni. Jæja, krakka mínir. Ég fann þessa spiladós niður í bókageymslu. Skildu hann nokkuð eftir? Já, takk Geirþrúður. Við vorum einmitt að leita af henni. Hvað fannstu þessa krakka? Ég meina, Engilli minn. Skilaðu mér auðvitað eins! Jæja, ég verði þá bara að gefa köttunum. Þeir fæða sig nú ekki sjálfir þessar elskur. Eða jú, raunar gera þið það. Jæja, við sjáumst í það minnsta í skáklunum í kvöld. Er það ekki Bríet? Jú, við gerum það Geirþrúður. Ertu með kúlungriða? Skilaðu henni! Ég held að þessi bjefidamskúla sé að síðasta sem þú ættir að hafa áhyggjur af núna, Súsanna. Við eigum eftir að sýna þér aðalgjöfina. Yeah. Þú! Hvernig komst þú út úr? Býttu, Súsanna. Þú sagðir að Tinna hafi verið í þessum námsbúðum. Var hægt í þær? Sko, jú, eða nei, eða... Námsbúðir? Er það það sem þú sagði ykkur að krakkinu væru? Og ætlaði þú í alvörinu að senda mig í námsbúðir jólin? Já, Súsanna sagði að það væri bara superklári krakkar sem fekk að fara. Ég held að þetta er bara skemmtilegt. Býtu, hvaða námsbúðir þetta eiginlega? Það eru sko engar námsbúðir, gott fólk. Já, Súsanna er sko ekki öll það sem hún séð. Nei, hún er sko í alvörunni illu jólavættur sem heitir Anna Sús og hún fangar æsku barna í jólakúlu til að lifa árið af. Ég meina Súsanna, erum nú öll komin í þetta skemmtilega verkefni sem þú sagðir okkur frá? Já, þetta er allt saman parturverkefninu. En kæri börn, við skulum ekki tefja þessa ágættu fórhaldar lengur. Látum við bara að fá dótið mitt. Hvar heldur þú eiginlega að Laufi sé? Nú, í þessum gagnabúðum þarna. Heldur þú í alvörun að Laufi hafi verið sendið einhverju nöllabúðir? Mér fannst það nú líka frekar undarlegt og þá undan henni Helga minni. Það eru sko engar déskotans námsbúðir, sjáu, hér er Helga og hér er Laufey. Þú lokar mig inn í einhverju andskotans jólakúlu og heldur þú að komast upp með það? Gerði hún hvað? Já, hún lokar okkur inn í einhverju jólakúlum. Guð minn góður Helga, var þetta allt saman lygi? Auðvitað mamma. Ég er búin að vera að reyna að segja það í margar vikur. Þessi Súsa er eitthvað klikkuð, sko. En hún Sigga, dóttir mín, er hún ekki örugglega í þessum fína heimavistarskóla? Nei, hún er hér. Hvar er ég? Nei, þetta gengur nú ekki. Komdu nú, Sigga. En eru jólaprófin okkur búin? Þannig Súsanna er í raun og veru einhver jólavættur. Hún heitir í rauninni Anna Sús og hún er alls ekki góð kona. Hún er skelfileg og vond. Balsettu krakki bara, þið eyðilögðu allt! Hey, ert þú þakkar? Eyðilögðu við allt. Nei, nú er ég komin með nóg að kjafta henni hér. Ég hef aldrei tapað í slag og ætla ekki að byrja á núna. Komdu hérna að gríla þig. Súsanna! Hver er hans skotin? Nú jæja, þá er hún farin. Hún má heita heppina að ég náði ekki í hana. Það var stormur í aðsíi og hún hefði fengið að kynnast þrumum og eldingu. Allt er gott sem endar vel. Býtu, endar vel? Það eru ennþá 10 dagar í aðfangadagskvöld.
Jæja, krakka mínir. Eins og við vitum öll að þá lenti hún Gunnhildur í slysi í morgun. En við erum nú svo heppin að vera búin að hafa nýjan kennara fram á jólum. Sæl, ég heiti Súsanna og ég hlakka til að kynnast ykkur betur. Þetta var geggjað hjá þeim, en ég þakka kærlega fyrir mig og ég vona að þið hafi skemmt ykkur vel. Gleðileg jól!